Fundarstjóri, góðir fundargestir. Ég síðastur á mælendaskrá og af því leiðir að fyrri frummælendur hafa sagt margt af því sem mér ofarlega í huga. Svo ég hef ákveðið að gera eitthvað allt annað. Mig langar að byrja á að rifja það upp að Stefán Jónsson, fréttamaður, faðir Kára, hann sagði það stundum langafa minn sem var útvegsbóndi fyrir norðan að hann væri svo upplestrarhneigður að langama hefði gespað sig úr kjálkalinum. Mér þykir þessi formáli eiga við vegna þess að ég ætla einmitt að lesa fyrir ykkur úr verkum tveggja höfunda, þannig ég bið ykkur bara ímynd ykkur að við séum í lesring. Og fyrri höfundurinn sem ég ætla að lesa texta eftir sá sem hér stendur og ég ætla að lesa fyrir ykkur glefsur úr lokakaflanum í lítilli bók sem ég birti fyrir 20 árum og heitir Hagkvæmni og réttlæti en lokakaflinn heitir einmitt Spilling og hefst nú lesturinn. Spilling eins og mengun, önnur spillir efnahagslífinu auk annars, hin spillir náttúrunni. Hvorugt gott. Það verður samt aldrei hægt að útrýma spillingu með öllu úr mannlegu félagi, ekki frekar en mengun, þótt við fegin vildum, því að það einfaldlega of dýrt. Þess vegna berum við spillingu í stað þess að skera upp herör gegn henni, alltaf og allstaðar þar sem hennar verður vart. Og þess vegna þolum við umhverfismengun af ýmsu tagi í stað þess að eyða henni jafn harðan og hún gerir vart við sig. En það engu að síður hægt að draga á spillingu eins og mengun og milda afleiðingar hennar fyrir þjóðlífið með ýmsum ráðum. Þótt við þykjumst ekki hafa ráð á því að uppræta hann alveg. Hvað spilling? Hér verður eingöngu fjallað efnahags- og stjórnmálaspillingu, það meðvitaða mismunun í þeim tilgangi að færa verðmæti eða hlunnindi eða völd í hendur óverðugra viðtakenda á kostnað annarra. Efnahags- og stjórnmálaspilling skerðir lífskjör almennings. Hún getur ýmist verið lögleg eins og til dæmis frænddrægni, öðru nafni nepotismi, eða ólögleg eins og til dæmis mútur. Efnahagsspilling og stjórnmálaspilling getur verið af ýmsu tagi. Fjármálaspilling, fríðindaspilling, fyrirgreiðsluspilling og útnefningaspilling. Siðspilling verður hins vegar látin liggja á milli hluta hér. Og síðan koma 4 kaflar hvern af þessum spillingarflokkum og ég ætla að leyfa ykkur að heyra glefsur úr hverjum þeirra. Sumir líta svo á að fjármálaspillingin vissra marka sé eðlileg og óhjákvæmileg í efnahagslífi því að hún greiði fyrir viðskiptum. Nokkurn veginn eins og olía smyr vél. Þessi skoðun algeng sums staðar, til dæmis ýmsum Arabalöndum, þar gera menn ekki alltaf skýran greinarmun á mútugreiðslum og gestrisni. Lög gegn mútum ná þó yfirleitt ekki tilgangi sínum ef önnur lög og reglur og innviðir samfélagsins leggja ómótstæðilegar freistingar fyrir fólk. Allskyns höft og skömmtun gróðrar stiga spillingar. Og síðan koma ýmsar sögur frá Ítalíu og Indlandi og Japan og ályktunarorðin þessi: spillingin stafar að nokkru leyti af gallaðri löggjöf fjárreiður stjórnmálaflokka. En kosningabarátta í Japan óheyrilega dýr og kallar því á mikil fjárframlög til flokkanna og í kosningasjóði einstakra frambjóðenda og ýmsum þeirra hefur orðið hált á því svelli. Japan og Ítalíu, held ég áfram, svipar saman að því leyti að í báðum löndum hefur einn og sami stjórnmálaflokkur eða öllu heldur hagsmunabandalag við völd næstum óslitið frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari. Ekki fyrir eigin verðleika fyrst og fremst að því virðist, heldur sumpart vegna andúðar almennings á stjórnarandstöðuflokkum sem sóttu ýmsar fyrirmyndir síðan til Sovétríkjanna fyrrverandi og í svipuð pláss. Ítalskir og japanskir kjósendur hafa þess vegna ekki séð sér fært að refsa stjórnvöldum verulega í kjörklefanum enn sem komið enda hefur stjórnarandstæðin í þessu löndum ekki heldur haft hreinan skjöld. Ýmislegt bendir þó til þess að þolinmæði almennings gagnvart stjórnvöldum á Ítalíu og í Japan sé í þann veginn að þrjóta og uppgjör sig í Asíu meðal annars vegna þess að Sovétríkin hrunin og ræða ekki lengur. Ég minni á að þessi texti 20 ára gamall. Og hér kemur neðamálsgrein og í smáu letri neðst á síðunni stendur: þetta gekk eftir.
Svo held ég áfram, hvað það? Reynsla allra þessara landa vitnar nauðsyn þess að sett séu lög eða reglur fjármál stjórnmálaflokka til að koma í veg fyrir óeðlilega fjáröflun flokkana. Næsti kafli fjallar fríðindaspillingu og ég ætla ekki að lesa fyrir ykkur úr honum nema bara blá lokin. Og þau hljóða svo: fríðindum handa stjórnmálamönnum og embættismönnum þarf að stilla í hóf til að sljóka ekki skilning þeirra á nauðsynlegum umbótum í þjóðfélaginu. Ef valdsmönnum tekst að skjóta sér undan afleiðingum í gerða sinna í skjóli forréttinda sem þeir skammta sjálfum sér, án heilbrigðs aðhalds og eftirlits, þá hætt við því að ákvarðanir þeirra verði óskynsamlegri en ella fyrir vikið og til óþurftar fyrir almenning. Þriðji kaflinn fjallar fyrirgreiðslu spillingu. Og þar segir: þegar spilling kemst á ákveðið stig verður hún iðulega smitandi og byrjar að breiðast út. Sums staðar í Bangladesh hafa stjórnmálamenn og embættismenn til dæmis dregið sér svo mikið úr sjóðum sem voru ætlaðir sveltandi fólki í sveitum landsins að almenningur trúir næstum hverju sem á yfirvöld. Og þetta hefur leitt til þess að jafnvel strangheiðarlegir menn hafa talið sig tilneydda til að taka þátt í spillingunni með því til dæmis að múta atvinnuróberum til þess að bera ekki fram tilhæfulausar ásakanir spillingu. Stjórnmálamaður sem neitir aðstöðu sinnar í ríkisbanka eða sjóði til að útvega stuðningsmanni sínum eða sjálfum sér ódýrt lán gerir það alltaf á kostnað einhvers annars. Afskipti stjórnmálamanna að bönkum, sjúkrahúsum og félagsíbúðum leiða ævinlega til mismununar og misréttis. Það liggur í hlutarins eðli. Þess vegna eiga stjórnmálamenn ekki að sitja í bankaráðum eða sjúkrahússtjórnum og ekki heldur að koma nálægt úthlutun félagsíbúða eða annarra hlunninda. Fyrirgreiðsluspilling neyðist til þess að hlaða utan á sig með tímanum og draga þrótt úr efnahagslífinu, með því til dæmis að færa niðurgreitt lánsfé og önnur hlunnindi í hendur óverðugra skjólstæðinga stjórnmálamanna á kostnað annarra sem kunna betur með því að fara. Spenniði nú beltin. Þennan vanda hægt að leysa að nokkru leyti með einkavæðingu banka og annarra lánastofnana svo sem nú stefnt að hér á landi og annars staðar. En það tókst ekki alveg nógu vel og nú kalla ég til vitnis Styrmi Gunnarsson, ritstjóra Morgunblaðsins, en hann hefur skrifað í prentaðri ritgerð: forsætisráðherra hefði, tilvitnun hefst, talið nauðsynlegt að Landsbankinn kæmist í hendur manna sem Sjálfstæðisflokkurinn hefði að minnsta kosti talsamband við, tilvitnun lýkur. Til að tala hvað? Fjórði kaflinn heitir útnefningaspilling. Þar segir: snúum nú aftur til Indlands. Þegar fjármála, fríðinda og fyrirgreiðsluspilling bundin við yfirstéttina að miklu leyti, þá getur spillingin orðið að stöðutákni. Þá vilja menn helst ekki láta þess spyrjast að þau þurfa að bíða eftir því að fá síma til að vekja ekki grunnsendur að þeir hafi ekki sambönd á réttum stöðum í stjórnkerfinu. Þannig gerðist það fyrir nokkur í Nýju Delí að maður nokkur sem var skipaður í virðulegt embætti í einu ráðuneytanna fyrir eigin veruleika kaus að dreifa þeim orðrómi að hann hefði fengið starfið í gegnum frændrægni því að þannig þóttist hann geta notið meiri virðingar í ráðuneytinu, ekki síst með lundrimanna sinna. Af öllum tegundum efnahagsspillingar getur útnefningarspilling valdið mestum og langvinnustum skaða. Þegar allt kemur til alls. Það til dæmis alkunna að opinber stjórnsýsla á Ítalíu í molum vegna þess að starfsmenn ríkisins iðulega ekki ráðnir eftir hæfileikum heldur flokkshollustu. Þetta á við ráðuneytin, dómstólana, lögregluna, jafnvel háskólana. En þetta samt ekki alveg einhlít. Ítalskar óperuhljómsveitir eru til að mynda furðugóðar margar hverjar, miðað við það að þær eru yfirleitt morandi í stjórnmálaspillingu. Enginn fær að leikja í strengjasveitinni á Skala nema hann hafi tengt við kommúnistaflokkinn. Þannig var það í gamla daga. Stjórnarandstafar höfðu með. Eins þetta á Indlandi og í mörgum öðrum fátæktarríkjum þar sem frændrægni landlæg, þar eru ráðuneyti og ríkisstofnanir fleiti fulla fákunnandi fólki sem stjórnmálamenn hafa troðið þangað inn, þótt færri og hæfari starfsmenn gætu án efa rækt störfin betur. Tollverðir á indverskum flugvöllum eru iðulega fleiri heldur en farþegarnir. Við þurfum þó sannarlega ekki að sækja dæmi af þessu tagi alla leið til Indlands eða Ítalíu. Nei. Við þekkjum þetta líka í okkar nánasta umhverfi hér heima og svo segi ég bara eina sögu til staðfestingar af því á prófessor sem er vinur minn.
Og síðan koma lokaorðin. Stjórnmálaklíkuskapur í mannaráðningum og embættarveitingum á vegum ríkis- og sveitarfélaga er alvarlegt þjóðfélagsspöl á Íslandi og hefur verið alla þessa öld. Margar mikilvægar stofnanir þjóðfélagsins eru verr mannaðar en þær þyrftu að vera og væru ef stjórnendur þeirra og aðrir starfsmenn hefðu verið ráðnir eftir verðleikum en ekki í gegnum klíkuskap. Vandinn hér er ekki bundinn við alvarleg mistök sem óhæfum stjórnendum og starfsmönnum hafa orðið á, hann er líka fólginn í því ranglæti sem hæfir starfsmenn eru beittir þegar aðrir lakari menn eru teknir fram yfir þá í gegnum stjórnmálasambönd. Og vandinn er ekki síst fólginn í hættunni á því að ungt og efnilegt fólk verði smám saman afhuga almannaþjónustu. Ef það sér það í hendi sér að besta leiðin til að komast áfram í starfi á vegum ríkis- og sveitarfélaga liggur í gegnum stjórnmálaflokka sem njóta sífellt minni virðingar. Því að þá er hætt við því að virðing slíkra starfa þverri líka mjög með tímanum og mannvalið versni eftir því. Þessa sér nú þegar stað. Ungt fólk verður að geta gengið að því vísu að verk þessu metin að verðleikum án tillits til fylgispektar við stjórnmálaflokka. Þá lokum þetta. Í þessu 20 ára gamla ljósi finnst mér að við ættum að skoða ákvæðin í frumvarpi stjórnlagaráðs skipun dómara og annarra embættismanna, sjálfstæðar ríkisstofnanir og ýmis önnur ákvæði, þar á meðal ákvæðið fjármál stjórnmálaflokka. Takk ykkur fyrir.